Ég vaknaði við það í morgun. Ég fór að hugsa helstu kennara heimsins. Menntavísindamenn, pedagóga. Og það að segja þá sem við þekkjum þessa síðustu nanósekundu í sögu mannkynsins. Það að segja síðastliðin 3-4 þúsund ár eða 5. Ég fór að grauta í bókunum mínum á ýmsum tungum og sem ég hef numið, skulum við segja, á langri leið, og sá þá að það væri tilefni núna til þess að hressa upp á minnið og reyna að færa á mannamál, það er að segja íslensku, það sem að einur af þessir hafa sagt í öll þessi 5.000 ára hvað það er. Það fyrsta sem ég datt í hug er náttúrulega kennslubókin dádýraveiðar. Hún er í Frakklandi og er máluð á veggi hella. Þar hefur einhver ástæða til þess að kenna fólki að hvernig er þetta að haga sér í dádýraveiðum. Það er mjög hagnýt fræði. Við skulum nú stytta leiðina, þótt að sé áhugavert. Næst skrepum við til Kína og nefnum bara Lao Tse og hvernig hann hafði áhrif á billjarða þjóð 1000 ára og til framtíðar. Skrepum þá til Grikklands. Nefnum ekki ártöl í því sambandi. Aristóteles segir á einum stað, og nú er ég að þýða bara í huganum, ekki á blað. Til dæmis segir hann þetta: það til marks menntaðan huga, hann getur velt fyrir sér hugsunum án þess að samþykkja þær eða gera þær að sínum. Sókrates segir: ég kann ekki að kenna fólki ekki nokkuð skapaðan hlut. Ég get eins og að leiðbeint þeim í þangagangi. Og við höldum áfram, sjá hvað við nefnum næst. Já, förum þá til Frakklands. Þar var maður sem kallaði sig heimspeking og pedagóg, ekki síst pedagóg, og skrifaði mjög fræga bók uppeldisfræði og menntavísindi. Sjálfur átti hann fullt af börnum, þau voru óskilgettin og hann sá ekki sóma sinn í að ala þau upp á nokkurn hátt, skildi þau bara eftir á víðavangi. Þetta frægur og myndalegur maður, gáfaður. En hann lét þó út sér þessa setningu sem maður gleymi bara aldrei: góður faðir er ígildi 100 menntavísindamanna. Og hann var líka að segja okkur að við ættum að var eitthvað að tala afturhvarf til náttúrunnar.
kenna okkur það. Sjálfur hélt hann þá fyrirlestra í höllum, borðaði kræsingar og fitnaði. Það var eitthvað voðalegt misræmi í trúarbrögðum hans og gjörðum. Heilagur Ágústínus segir við að taka eftir því sem okkur kennt en láta skipanir líkt og vind eyru þjóta. Þetta nú dásamleg fræði. Atli Heimir sagði við vinnu sinni, við vorum eitthvað að ræða þennan ágæta uppeldisfræðing, getum við sagt. Nú, Guðmundur, ert þú að lesa játningar Ágústínusar? Já, ég svona glugga í þær. Þá ertu á mjög hættulegu svæði. Og Atli útskýrði það ekki frekar. Hann sem vegar bendi mér á það og ég ennþá að hugsa það. Atli var góður kennari. Benjamin Franklin, sá ameríski, var alveg ótrúlegur, eins og sagt, renessans maður. Hann kunni bara allt. Segðu mér eitthvað, ég stegli mig. Kendu mér eitthvað og ég man það. Virkjaði mig og ég læri það. Magnað. Þetta ætti kennarar að hafa leiðarljósi alla ævi. Þeim sem tristir fyrir börnum. Já, ég myndi þetta nú allt í huga því Benjamin Franklin fann upp hljóðfæri sem hvað við að kalla glerharmonika, glasharmonium eða eitthvað svoleiðis. Það diskar snýrust á ási, þeir voru kristalsdiskar, snýrust í svona eins konar vaskafati og þegar maður snertið á létt þá myndaðist þess líka himnesku tónar. Já, hann var svolítið góður. Það segir, verð ekki hræddur við mistök. Njóttu þeirra. Haltu svo bara áfram. Og þetta, fjárfesting innan gæsalappa í þekkingu greiðir mjög háa vexti. Dewey sagði, menntun ekki undirbúningur fyrir lífið. Menntun lífið sjálft. Montessori segir, það börnum áskapað að frelsast undan yfirráðum fullorðins fólks til að vera þau sjálf. Það dætti mér allt í einu að því ég var að tala hljóðfæri og Benjamin Franklin að Shinichi Suzuki sem heimurinn þekkir sem fiðluleikar og fiðlukennara par excellence, eins og Leopold Mozart var, faðir Wolfgangs. Hann og Alfred Einstein voru félagar í Vínarborg og spiluðu saman á fiðlur sem alveg ótrúlegt dúó og fóru saman á tónleika. Bók Suzukis menntavísindi, hún heitir á ensku Nurtured by Love, sem myndi þýðast á íslensku af ást og virðingu. Ég óttast að
bæði kennarar Suzuki skólana, foreldrar Suzuki barnana og skólastjórar Suzuki skólana allan heim hafi ekki lesið þessa bók og gaumgæft hana. Hún stórkostleg. Hún angar af virðingu fyrir börnum. Þetta eru menntavísindi. Eigum að nefna annan mann sem fór í fjallgöngu og kom svo mörgum dögum seinna úr henni. Hafði með sér 2 leirtöflur og það stóð margt og mikið á þeim í menntavísindum. Þú skalt ekki stela. Ég guð þinn og þú skalt ekki hafa aðra guði hafa. Þetta eru að vísa svona fyrirskipanir. Þetta eru leiðbeiningar leið. Ég held að heimurinn allur skilji þessar setningar eða Guðs eða þeirra vina og hafa haft alveg ómæld áhrif. Þessi skilaboð hafa jafnframt verið misskilin frá upphafi til enda og alls konar glæpir, hroðalegi glæpir verið réttlættir með vísan til þeirra. Boðorðana 10. Nelson Mandela sagði: menntun besta verkfærið til að breyta heiminum. Og ljúkum þessari yfirreið sem ég ætla ekki að fara að biðjast afsökunar á, því að ég var að hugsa þetta allt í morgun og mér fannst þetta eiga erindi við mig á ný og við ykkur sem að hlusta. Teresa frá Kalkútta sagði margt og mikið. Ef mér sé sami tónlist, söng án undarleiks við heilræði hennar. Hún segir: þú munt kenna nemendínum að fljúga, en þeir munu ekki fylgja þínum flugleiðum, og að dreyma, en þeir munu ekki dreyma sömu drauma og þú. Og þú reynir að kenna þeim að lifa, en þeir mun ekki lifa þínu lífi. Aftur á móti má segja að öll líf, öll flug, allir draumar munu bera í sér fótspor þess sem þessi líf hafa lært á lífsleiðinni.